Stundum talað að fara úr öskunni í eldinn, við ætlum ekki að gera það, við ætlum hins vegar að fara úr boltanum í bakkelsið. Og hingað til mín komin Hrafnhildur E. Karlsdóttir, sölu- og rekstrarstjóri hjá Kristjánsbakari. Vertu hjartanlega velkomin, Hrafnhildur. Kærar þakkir. Og til hamingju með breytingarnar sem voru að gangi í gegn hjá ykkur. Bara takk fyrir. Þú kannski segir áhorfendum aðeins frá því hvað hefur verið í gangi. Heyrðu, þetta svona núna lokapunkturinn í bara endurskipulagningu sem við erum búin að vera að standa í núna síðastliðið, rúmt hálft ár eða meira. Og vorum að taka brauðbúðin okkar og gerbreyta henni upp í Hrísalundi. Búa til þar kaffihús, hverfiskaffihús og nýja og betri og bætta brauðbúð. Sem að við opnum núna síðastliðin laugardag og erum ennað bara svona aðeins að fínisera og klára. Og erum ofsalega glöð með hvernig tiltókst. Við erum að auka vörúrval og breyta en leið náttúrulega að halda í þetta gamla góða. Það má ekkert gleyma því að það bara ástæða fyrir því að Kristjánsbakari búið að vera starfandi síðan 1912. Já. Þetta náttúrulega í rauninni bara norðlensk menningarstofnun, má segja. Þetta er svona órjúvanlegur hluti af menningar og náttúrulega neyslusögu Akureyringa. Bara iðnaðarsögu bæjarins heldur betur og stór og mikil saga og við náttúrulega góður grunnur sem við byggjum á. Já. Og það bara ber ekkert að henda einu eða neinu slíku út, sko. Það kom mér svolítið óvart þegar ég fór að starfa í þessum brauðbusiness hvað fólk hefur ofsalega stórar og miklar og sterkar skoðanir á brauðunum sínum. Já. Og mér finnst það rosalega skemmtilegt. Og ég stoppuð bara út á götu og hvar sem til þess að spyrja mig brauð og kökur. Og fólk viðra skoðanir sínar á... Heldur betur. Já. Það gerir það og sem bara algjörlega dásamlegt þegar við viljum náttúrulega heyra í fólki. Einmitt, já. Líka með þetta en þarna erum við svona að bæta í og auðvitað leið að halda í þessar gömlu hefðir. Já, einmitt. Og þetta gamla góða bakkelsi og þú veist, anýstikkin fyrir Akureyringa og alla aðra verða til áfram. Já. Það ekkert að fara, það bara verið að byggja ofan á og bæta við. Það bara verið að byggja ofan á og bæta við. Einmitt. Og það kannski engin vanþörf á að, við vorum að tala það fyrir viðtalið, ég meina það engin kaffihús á þessu svæði í bænum. Nei. Það eru bara stór og mikil hverfi í bænum sem að hafa enga þessa þjónustu. Þannig að við viljum sækja svolítið inn á það og trúum ekki öðru heldur en að Akureyringurinn taki vel við. Við erum líka náttúrulega í alfara leið. Þetta er í við fjölfarna götu og á leiðinni í alls konar aftreyingu. Já. Alveg tilvalið að koma við á leiðinni í fjallið eða í einhverja aðra útivist. Að sumri, vetri, voru eða hausti. Já, einmitt, það allt hægt, sko. Við myndum að grípa með nesti í útivistina, hvað sem það er. Já. Þannig að þetta Og það eru svona ýmsar bara svona, við erum að spá og spekulera allt mögulegt með það, vera með tilbúna nestispakka og eitthvað svona fleira sem að fólk getur keypt og verður spennandi. Við erum í þróun og þetta við erum ekki hætt. Nei, alls ekki, sem betur fer. Og hvernig, það náttúrulega fjöldatakmarkanir út af COVID hafa náttúrulega áhrif á ykkur. Hvað geta verið margir á kaffihúsinu þegar þessu verður þetta verður afstaðið? Þegar þetta afstaðið, þá eru teiknuð alveg 36 sæti inn á þessu kaffihúsi. En við erum náttúrulega núna með þetta alveg hreint skipt eftir sóttvarnalögum og reglum þannig séð. En svæði það er nú skemmtilegt að segja frá því að fólk hefur komið þarna inn og sagt bara, voru þau að stækka? En við stækkuðum ekki neitt en þessu var bara svona pínu hagrætt og breytt. Og þetta hafðist út úr þessu plássi. Já, það er ótrúlegt hvað þetta að gera þegar bara fermetrarnir eru aðeins endurhugsaðir. Þegar þeir eru nýttir svolítið á annan hátt, sko. Já. Og raðað inn húsgögnum og svona við hæfi. Já. Þá er þetta. Þá er hægt að vinna kraftaverk. Já, það er nefnilega hægt að vinna kraftaverk. Já. Þegar að fólk svona vindur sér að þér út á götu og að viðra skoðanir og brauð, einhver svona ákveðin brauð sem ber oftast á góma? Nei, það er nefnilega svo skemmtilegt við það.
að við erum náttúrulega bara með svo misjafnan smekk öll saman og ég segi það ekki að ég hef heyrt sama brauðið eða sömu kökuna minnst á hana einu sinni eða tvisvar en annars bara, það svo rosalega stór og mikil flóra í kökum og framleiðslu. Hér á Akureyri í Kristjánsbakari við svona, má eiginlega segja, hvoru tveggja. Við erum bæði sem sagt versmiða og framleiðum bara, erum með brauð í stórmarkaði og framleiðum, bara versmiðu framleiðsla og síðan bara handverksbakari. Já. Fyrir búðirnar okkar. Og við erum með 2 búðir alveg hreint á þessum fínu stöðum. Við erum í miðbænum, í Hafnarstrætinu lítil falleg búð með kaffihúsi þar líka. Já. Og mjög svipuðu vöruvali og við þurfum svona aðeins að takmarka það bara út af stærð. En svo erum við þá líka upp í Hrísalundi. Já, með höfuðstöðvarnar. Með höfuðstöðvarnar og allt handverkið. Já. Akkurat. Og þar eru við líka að bjóða upp á tertur og það hægt að panta bara hjá okkur alls konar. Það náttúrulega ekki skírnarveisla eða einhver veisla nema það sé almennileg terta. Nei. Það morgunljóst. Maður eins eða marsipan. Já, það alveg eins að sleppa þessu ef fólk ætlar ekki að vera með almennileg terta. Það svoleiðis. Já, siðmynduðu samfélagi. Ég vil bara þurfum ekkert að segja fyrirgefðu þetta lítilræði því það þá ekkert lítilræði. Nei, akkurat. Og sennilega kannski á þetta sé skýringu að ég meina ekki talað að leiðin að hjartanu liggi í gegnum magan og brauðið náttúrulega það fátt sem að gleður magan meira heldur en gott brauð og bakkels. Bara lyktin ein, hún langt inn að hjarta, Já. Og áður en meira segja þetta komið hún í maga, þannig að það nú bara svoleiðis. Það alveg, hreint og klár. Ég hef stundum velt í fyrir mér að því að maður finnur stundum, frá verksmiðjunni leggur þennan mikla ilm yfir Lundarhverfi og hverfin hann í kring og ég svona mikil lykt af brauðinu þegar við erum að baka, þetta svona markaðstaktík? Þetta ekki á brúsa. En það mikil og góð lykt þegar það verið að baka. Já. Það verið að baka brauðið, Vantar ekkert upp á það? Nei, það vantar ekkert upp á það, Þannig að þetta alveg, maður stundum krossar sig alveg þegar maður mætir í vinnuna og hugsa sér að maður léttist nú ekki í dag. Nei. Það verður þá bara að hafa það. Maður bara að njóta þess í stað. Já. Þetta ótrúlega frá. Við hvetjum náttúrulega alla til þess að kíkja við hjá okkur og líta á breytingarnar og sjá þetta með eigin augum. Að sjálfsög, alveg bara endilega. Ég býð fólk hjartanlega velkomið. Við erum að kíkja hvort sem það vil koma og taka eitthvað með sér eða setjast niður, en eins og ég segi, það náttúrulega bara verða allir að fara varlega og við förum eftir takmörkunum. Já, sjálfsög. Og spritt allstaðar og grímur, það grímunotkun. Nei, ef fólki vantaði afsökun til þess að fá sér gott brauð, þá hún hér með komin. Það bara, hún komin. Já. Það til nóga brauði og nóga bakkelsi og kaffi og til að taka með sér eða drekka hjá okkur. Frábært. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur áfram til hamingju með þetta og takk fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá þessu. Kærar þakkir fyrir fram í heimsókn. Gaman að tala við þig. Sömuleiðis.